Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir. Innviðir á landsbyggðunum brustu í mörgum tilvikum í óveðrinu í síðustu vikum. Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra samgöngumála og sveitarstjórnarmála, vertu velkomin. Takk. Það staðreyndin að landsbyggðirnar hafa setið eftir á undanförnum árum þegar kemur að uppbyggingu svokallaðra innviða? Já, þetta veður sem að vissulega var nú bæði mannskaða veður, mögum ekki gleyma því, alvarlegt banaslys sem hér var því miður, og einmitt við að reyna að bjarga innviðum, rafmagni, en þetta var auðvitað fordæmalaust veður. En það afhjúpaði veikleika sem að ég held að opinberar stofnanir og fyrirtæki hafi svona haldið því fram að þetta væri í lagi. Mat raforkufyrirtækjanna var að það gæti ekki svona margt farið úrskeiðis, þannig að svona fjarvöktun á mannvirkjum og kerfum, oflítið af varaafl-rafstöðum og slíkt, það væri í lagi vegna þess að kerfið þyldi þetta. Það kom í ljós að svo var ekki. Og þá byrjar eitt og annað að hrynja. Þá þetta svona dóminó-effekt eða áhrif. Öll fjarskipti sem að við erum mjög framarlega í heiminum og talin vera, þau byggjast á því að vera tengt raforku einhvers staðar. Þannig að þau duttu út og það er grafalvarlegt mál. Því að þegar þú ert einangraður í vondu veðri og getur ekki eins og haft samskipti í gegnum síma, þá ertu konar verri staði en við vorum fyrir 25 ára þegar koparþráðurinn var þá fyrir hendi. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að greina mjög sterklega. Annað sem að kemur svo í ljós að þegar svona hver línan fer að bila á fætur annarri, að þá er hvorki til mannskapur á svæðinu, né tækjatól til þess að bregðast við því. Þau þarf þá að sækja, oft suður til Reykjavíkur eða á bara aðra staði á landinu. Og það tekur bara lengri tíma þegar að veðrið er með þessum hætti. Þannig að ég held að já, svarið er já, að við höfum í of langan tíma látið það sitta á hakanum að byggja upp innviði nægilega öfluga vítt og breitt í landsbyggðunum, ólíkt þó. En vöknuðu menn þá bara upp við vondan draum? Einhverju leyti. Þetta var samt sem áður þannig að í þessum atburði að þá voru veðurspár mjög góðar og þær gengu beinlínis eftir. Við sáum líka að björgunarsveitirnar og rétt að bara, þegar maður minnist nú á þær, þá verður maður eiginlega bara alltaf að bæta við Guði sé lof fyrir þær. Þær hafa unnið kraftaverk og fór nú hérna föstudaginn var, hluta af því svæði sem var fyrir svona mestum áföllum og allstaðar stóð upp úr fólki þakkir til björgunarsveitarmannanna þeirra sem voru í heimabyggð og hinnar sem komu. Að þeir voru búin að undirbúa sig, þeir voru búin að færa tækjatól, en mat opinberu fyrirtækjanna var að það þyrfti ekki. Og já, ég held að þeir hafi svolítið verið teknir í bólinu. Ríkisstjórnin hefur sett á laggirnar starfshóp sem er falið að skanna þetta allt saman. Hvað gerir þú ráð fyrir að komi út úr þeirri vinnu allir saman? Já, hún byggist auðvitað því að þessi starfshópur, hann er fyrst og fremst að fá upplýsingar frá heimafólkinu, frá sveitarstjórnarfólkinu, frá almannavarnarfólkinu, frá fyrirtækjunum, frá björgunarsveitunum, frá lögreglunni og öllum þeim aðilum sem að upplifðu hvernig þetta gerist. Og starfshópurinn tekur það síðan saman, fær síðan einnig upplýsingar þá frá fyrirtækjunum og síðan fáum við þá skýra mynd á hvar hlutinir gerast, hvað vantar og þetta gerist ekki nema í miklu samtali og samráði við heimamenn allstaðar á öllum þessum svæðum og síðan mun þessi hópur skila upplýsingum til okkar sem að tökum ákvarðanir, þessi ráðherrar og ríkisstjórn. Og þær geta verið á ýmsu sviði. Það getur þetta bara verið eitthvað að við þurfum að gera eitthvað hér og nú og strax. Það getur verið að þurfa að lagfæra lög, reglur. Ég til dæmis sannfærður bara eftir það sem ég er búin að heyra að almannavarnarkerfið okkar er ekki nægilega gott, hvorki á landsvísu né á heimasvæðunum og það þarf að fara yfir það. Það er eitthvað sem við erum að gera strax, við getum ekki beðið eftir því. Og síðan eru eins og hlutir eins og augljóst að það vantar svona varaaflstöðvar
sérstaklega hjá opinberu fyrirtækjunum. Einhverju leyti hafa veitufyrirtækin staðið sér bara býsna vel, en ég held að þurfa allir svolítið að horfa í eigin barm eftir þetta og spyrja sig hvað fór úrskeiðis, hvað getum við gert betur, hvort sem einstaklingar, fyrirtæki, sveitafélög, fyrirtæki ríkisins eða við sem erum í stjórnmálum. Nýr sveitarstjóri í Húnaþingi vestra, Ragnheiður Jóna, hún sagði að ástandið hefði í raun og veru verið lífshættulegt. Já, ég held ég að verða að taka undir það. Þetta var mannskaðaveður eins og við komum inn á upphafi og ég held að við erum heppin að ekki gerist meira af því taginu vegna þess að það voru á bara mörgum svæðum þar sem fólk var fjarskiptalaust. Þannig hefði það lent í einhverju, jafnvel bara slysi eða litlu slysi eða veikindum, þá var ekki hægt að koma þeim upplýsingum til viðbragðsaðila að fá að verða sóttur eða komið lækni. Heyrði það bæði frá læknum sem að voru á þessum svæðum sem og lögreglunni að þeir sátu svolítið í myrkri, kertaljós og öll fjarskiptin voru döð. Þeir vissu að það var allt í klúður og klandri þann úti en þeir fengu engar upplýsingar það og það er grafalvarlegt og þess vegna voru við heppin. Lítið jólalegt við þetta? Ekkert jólalegt við þetta. Það er hægt að slökkva ljósin á jólunum og hafa kósí, en það er ekkert jólalegt við það að vera fjarskiptalaus og allslaus í slíku ofstoppaveðri. En þegar þú horfir svona yfir sviðið allt saman og sem ráðherra sveitarstjórnarmála, ímynd landsbyggðanna, hefur hún veikst við þetta? Já, einhverju leyti. Það gengur mjög vel víða og menn hafa verið svona í meiri uppbyggingarfasa heldur en oft áður. Það er verið að byggja íbúðarhúsnæði, það er meðal annars vegna þess að við erum að breyta regluverkinu á því sviði. Það er verið að, já, það er semst víðar uppbygging sem hefur jafnvel ekki átt sér stað í áratugi. En þegar svona hlutir gerast, þá held ég að menn segi, er nú varlegt að fara með starfsemi á þetta svæði. Við þekkjum umræðana hérna á Akureyri, þó hún hafi kannski ekki farið nægilega hátt, að þá hefur verið hér skortur á orku, á raforku og eins á öryggi orkunar sem eru orðið til þess að fyrirtækin á staðnum hafa orðið fyrir, sennilega milljarðatjóni á undanförnum árum. Og meðan er kannski ólíklegt að nýtt fyrirtæki segi, það er besti staðurinn að staðsetja sig á Akureyri vegna þess að það er svo margt gott þar, bara út af því að orkan er ekki til staðar. Og það er þess vegna sem ég segi, ég heldur verðum að svara því rétt að okkur hefur mistekist að byggja upp innviði og meðal annars að tryggja örugt rafmagn, orku. Okkur gengið vel í fjarskiptunum, svo kemur bara að ljósa að ef að rafmagnið dettur út þá er tæknin ekki nægilega góð þar. Það er eitthvað sem við þurfum að vinna í mjög hratt og vel og þurfum helst að finna einhverja lausnir á næstu vikum, mánuðum. En í raforkunni þá vitum við að það er regluverkið, það er skipulags regluverkið, það er kæruferlin, þau eru allt of löng, þau eru allt of flókin og ég hef orðað það þannig að við á Norðurlöndunum sem við berum okkur nú saman við, þar er í landsskipulagsstefnu sem ríkið setur, svona megin ákvæði megin flutningslínur, megin samgöngur sem að sveitafélögin verða þó að sætta sig við að það sá hluti skipulagsvaldsins hafi verið af þeim tekin. Við höfum aldrei náð þessari umræðu á Íslandi. Við höfum litið stoltið á, ég er nú gamall sveitarstjórnarmaður og ráðherra sveitarstjórnarmála, að skipulagsvald sveitafélagana sé svolítið heilagt. En ég tel að núna eigum að ræða það, hvort að það sé skynsamlegt að ríkisvaldið og þar með Alþingi leggi svolítið línurnar sem sveitafélagin þurfa að innrétta sig eftir varðar megin flutningslínur í orkukerfinu og megin flutningslínur í samgöngukerfinu. Það getur ekki gengið eins og þetta hefur gengið og í raun hefur verið nægir fjármunir hjá Landsneti að koma byggðalínun hingað til Akureyrar til að mynda og styrkja kerfin hingað og þangað. En þeir eru ekki komist áfram vegna verklagsins. En ef við ekki bara tala á mannamáli, Sigurður, hverjir eru það sérstaklega sem að standa í veginum fyrir þessu öllu saman? Ég ætla ekki að segja að það sé einstakur hópur. Ég hef bæði séð eðli máls landeigendur sem að segja við viljum ekki fá línur í mitt bakland, í bakgarðinn minn
eða ég vil ekki fá veg gegnum sumarhúsasvæði mitt og það eru þetta sláandi og ég hef haft orð á því að þeir sem ekki búa í þessum samfélögum og deila þar með kjörum og áhyggjum fólksins af öryggi sínu og lífsafkomu. Þeirra sjónarmið þó að þeir séu alveg réttmætt, sjónmengun og upplifun og eitthvað slíkt, þá geta þau ekki verið jafngild rökum þeirra sem búa í samfélaginu sem eru að leggja til að fá rafmagn eða vegi til þess að tryggja öryggi sitt og lífsafkomu heilu byggðarlagana. Það hlýtur að þurfa að vega þar eitthvað betur á móti heldur en raun ber vitni og síðan höfum við séð kæruferli. Ég held að sveitarfélögin þurfa líka að líta svolítið í sinn barm hvað þetta varðar, taka upp svæðisskipulag, þess að eru sammála að línan komi í gegnum heilan landshluta en ekki eitt sveitarfélag geti dregið sig út úr því að þá kemst línan ju aldrei neitt. Þess vegna segi ég þetta með landsskipulagið. Þannig að ég vil gjarnan taka þetta upp núna. Ég held að þessi tækifæri til þess að velta þið fyrir sér hvað getur við gert betur og ég held að þetta sé ein leiðin til þess. Ekki síst vegna þess að hún hefur verið praktiseruð á Norðurlöndum langt skeið. Þú talar svolítið varlega og kurteisislega og talar að þetta þurfi að ræðast og svo framvegis, en ég fæ ekki betur heyrt annað á þér en að þú sést búin að mynda þér skoðun. Já, ég skal bara viðurkenna það. Ég hef auðvitað núna bara á liðnum árum verið að horfa upp á þetta að við höfum ekki getað komið öruggum fjarskiptum til þess að tryggja lágmarksöryggi byggðarlags vegna þess að aðili sem ekki býr í samfélaginu en á jörðina neitar því að hana sé farið, jafnvel þó jarðstreng sé að ræða og það kostar síðan einhvern ekstra tíma, 1-2 ár, 10 milljóna af skattpeningum að gera það. Þessi aðili hefur auðvitað ekki sömu sýn á mikilvægi þess eins og þeir sem búa allt árið í byggðarlaginu. Það eru önnur slík dæmi fjarskipti og við þekkjum þetta líka úr rafmagninu og vegakerfinu og síðan bara hefur mér þótt undarlegt að sjá hverjir standa upp og núna á síðustu dögum og verja þessa hagsmuni. Ég er ekki að gera lítið úr þessum hagsmunum, en ég bara segi þegar þú ert að vega saman slíka hagsmuni og hagsmuni heilu byggðarlagana þá hljóta almannhagsmunir að vera þyngri heldur en sérhagsmunir. Hvað með innviði sveitarfélaganna sjálfra í kjölfar óveðursins? Já, það muni kannski koma í ljós en við vitum það auðvitað að sveitarfélag eru í mismunandi stakk búin til þess að hafa uppbyggt svona slíkt kerfi og þarna spilar þetta líka saman við almannavarnir, hvaða hlutverk hefur sveitarstjórinn, oddvitinn í þessu almannavarnar hlutverki, upplýsingar til íbúa, hvaða tæki og tól eru til reiðu í viðkomandi sveitarfélagi og svo náttúrulega hlutir eins og björgunarsveitin enn og aftur og alltaf að segja Guði sé lof fyrir þær og þeim verður seint full þakkað þeirra starf. Þannig að jú, ég held að eitt af því sem að þurfa að greinast er hver geta sveitarfélagana við svona aðstæður. Ertu á því, Sigurður, að núna þurfum við bara að setjast niður og stokka upp byggðastefnuna? Sumir segir reyndar að það sé ekki til byggðastefna. Ég vil nú reyndar halda því fram og ég held ég hafi þannig bara eftir áður nefndum Þóroddi, prófessor, að við höfum verið með byggðastefnu í 150 ár sem hefur gengið frábærlega, sennilega betur en flesta byggðastefnur í öðrum löndum. Það var semst ákvörðun að fara með allt til Reykjavíkur og byggja hann upp sem höfuðborg fyrir 150 árum. Okkur hefur gengið það frábærlega vel. Það er nánast allt farið þangað nema einhver hluti af fólkinu sem ennþá eftir. Síðan höfum við verið með einhverjar aðrar áætlanir í byggðamálum sem hafa gengið mismunandi. Ég vil halda því fram að sú byggðaáætlun sem við erum að vinna eftir núna sé góð, hún skila árangri. Hún er ekki bara varnarplagg, heldur er hún líka sóknarplagg. En ég vil líka segja að þegar svona hamfarir ganga yfir og náttúruhamfarir eru það sem við Íslendingar eigum mest að óttast og höfum alltaf haft mest að óttast. Þegar þær afhjúpa það að það eru veikleikar í kerfi sem við mennirnir byggjum upp, að þá eigum við að segja, eigum við kannski að gera þetta öðruvísi. Eigum við að
styrkja byggðina í kringum Ísland allt, af því að við viljum að allt Ísland sé byggð á tildögum allavega, vilja það allir og láta þar að leiðandi það fylgja eitthvað svona eftir fjármunir, flutningu starfa. Það sé fólk á svæðunum til að takast á við. Það sé ekki einhver einn kall sem þurfa að berjast upp í staurana. Eins og ég heyrði af í Húnavatnssýslunum að einn aðili fór með þekkinguna og björgunarsveitirnar keyrðu hann á staðinn og hann þurfti að fara á stað A til að slökkva kerfinu, hann þurfti að fara á stað B til þess að gera annað, hann þurfti að fara á stað C til þess að gera það þriðja og allt var þetta í venjulegu degi, 10-15 mínútna skull, en þetta tók 5 tíma og enda síðan á stað A til að slá kerfinu inn. Það hefði náttúrulega verið betra að þarna hefði verið 3 menn að störfum, fyrir utan öryggi fyrir þennan eina að ekki einn að störfum. Þetta eru svona dæmi. Íbúaþróunin í landinu þannig að það fjölgar nánast allstaðar nema á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel á Akureyri þar sem að einhverjir bæjarins eru öll lífsins í gæði að þar fjölgar varla á við landsmeðaltal. Nei, það áhyggjuefni að sjá þróunina hérna á Akureyri. Það eru vaxtarsvæði sumstaðar á Íslandi, þau tengjast mjög gjarnan ferðaþjónustu núna síðust árum. Við sem séð gríðarlega fjölgun á Suðurnesjum og Suðurlandi, við séð mikla fjölgun í svona ytri kraganum í kringum höfuðborgarsvæðið, sem þó upp í Borgarnes og austur á Selfoss og jafnvel austar í sveitir á Suðurlandi. Þannig þá staða núna að 84% íbúa landsins búa á milli Hvítá í Borgarfirði og Hvítá í Árnessýslu. 16% á restina af landinu. Það eru bara 6% sem búa í raunverulegu dreifbýli á Íslandi. En við teljum að þessi 6% séu mjög mikilvæg fyrir ímynd okkar sem Íslendinga, fyrir ferðaþjónustuna, fyrir matvælaframleiðsluna, fyrir það öryggi að þegar þú ert að fara Ísland, að það sé ljós á nokkra kílómetra fresti en þú sért ekki bara að keyra dauða landshluta. Þess vegna verðum við að leggja líka eitthvað rækt við að viðhalda þessari byggð. Það örugglega hægt að telja upp nokkrar ríkisstofnanir sem eru með höfuðstöðvar í Reykjavík en í raun og veru ekkert nema yfirstjórnina. Það er nánast að telja allar ríkisstofnanir sem hafa höfuðstöðvar í Reykjavík nema einstaka, ég man eftir Fiskistofu hér á Akureyri. Rarik sem dæmi sem samkvæmt lögum ekki með þjónustusvæði á höfuðborgarsvæðinu, með höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Hvað finnst þér um það? Það auðvitað eitthvað óeðlilegt við það. Og ég bara bendi á að á Norðurlöndunum hafa menn verið með markvissa stefnu í þessa átt að færa stofnanir út á land. Við, þessi ríkisstjórn, erum með mjög áhugaverða leið sem heitir flutningur eða störf án staðsetningar. Við í ráðuneytinu hjá mér hefum auglýst lögfræðistarf eða gerðum það í fyrra og erum með starfandi lögfræðing sem var metinn hæfastur, hann býr á Norðurlandi og starfa bara fínt, hann vinnur í ráðuneytinu en hann er heimi á sér með starfsaðstöðu á því svæði sem hann býr á og ég held að við getum gengið miklu lengra í þessu, við ætlum að vera með 10% af störfum 2024 með þessum hætti. Við nýlega með ráðstefnu sem samstarfsráðherra Norðurlanda í stofnun sem heitir Nordregio og svona rannsóknar og þjónustu var með ráðstefnu í Hörpunni núna bara fyrir hálfum mánuði og þess að varum að kynna þetta meðal annars og þetta vekti mikla athygli á Norðurlöndunum og þetta byggist á því að við erum búin að vera ljósleiðar að Ísland heima hverja einustu byggð ætlum að í loka árs 21 að vera búin að ná 99,9% allra heimila fyrirtækja með beintengdan ljósleiðara. Það þýðir raun og veru að þú getur unni hvar sem þú getur verið að vinna í New York eða Dubai eða hvar sem en verið búsettur á Akureyri, á Raufarhöfn, hvar sem á Íslandi. En ekki staðan sú í raun og veru að flestir sem eru að vinna þessi störf svo kalluðu án staðsetningar að þeir eru á höfuðborgarsvæðinu og einmitt núna í óveðrinu þá gerðist það þegar farsímasambandið datt út að það var ekki hægt að komast inn í suma hluti sem sagt vegna þess að starfsmaðurinn hann búsettur fyrir sunnan. Jú, það má alveg halda því fram að fyrirtæki sem hafa í starfsstöð út á landi
en starfsmennir búi á höfuðborgarsvæðinu séu starfsmenn án staðsetningar. Þetta ágætis túlkun hjá þér og það, ég held að það en það rétt, búin að heyra nokkuð dæmi það að menn komist ekki inn í mikilvæga innviði vegna þess að lykillinn var staðsettur einhvers annars staðar. Þetta gerðist til dæmis í Ólafsfirði, hjá Mílu. Já, og það sem lykillinn væntanlega verið á Akureyri í Reykjavík og ég heyrði innviði hjá Landsneti þar sem að þurfti að rjúfa girðingu til að komast inn, þar sem að lykillinn var á Akureyri, þannig að þegar starfsmennir komu frá Reykjavík þá komu þeir að lestu hliði. Þetta almannavarnamál og þetta skipulagsmál. En þetta væri auðvitað betra ef að innviðirnir og þar með fólkið væri nær þessum innviðum og það væri ekki verið að fara langa veg. Við erum að tala innviðina. Þú þekkir afstöðu Norðlendinga hvað varðar að opna fleiri gáttir inn í landið, uppbyggingu á Akureyrarflugvelli. Þeir eru brjálaðir. Já, menn hafa svolítið verið að rugla saman ólíkum hlutverkum flugvallar. Akureyri mikilvægast innanlandsflugvöllur á Íslandi og flestir fara þar fyrir utan Reykjavík. Reykjavík náttúrulega nummer 1 og Akureyri nummer 2. Akureyri líka sá flugvöllur utan Suðvesturhornsins eða utan Keflavíkur þar sem að ríkisstjórnin hefur sagt, og ekki bara þessi ríkisstjórn heldur, 2-3 ár síðustu, ef við ætlum að byggja upp nýja gátt inn í landið þá það Akureyri. Þess vegna var flugbrautin lengd með ærnum kostnaði á sínum tíma. Þess vegna setti ég 200 milljónir í flugleiðsögubúning, svo kallaðan ILS-búnað hér í fyrra, sem ekki var á neinni fjármálaáætlun en eitt sem þetta mikilvægt til stuðnings þessa. Síðan hafa menn verið að rugla þessu svolítið saman við varaflugvallar hlutverk. Það fyrst og fremst flugbraut sem að þarf við neyðaraðstæður að geta tekið á móti mjög mörgum flugvélum. Þar hefur flugið á Íslandi, flugmennirnir og flugrekendurnir sagt það skynsamlegast og fljótvirkast og mest öryggi í flugi að við einblínum gerum það fyrst á Egilsstöðum. Það hefur ekkert með það að gera að opna millilandaflugvöllinn á Akureyri, svo við ruglum því ekki saman. Þessi umræða hefur svolítið verið þarna. Ég átti nú fundi bara á mánudagsmorguninn hér á Akureyri, meðal annars með bæjarstjórninni og atvinnuþróunarfélaginu og fulltrúum sveitafélagana hér á svæðinu, þar sem við ætlum okkur að setjast nú niður, búa til svona samstarfshóp sem vinni næstu 3 mánuði 4 að því að svona kortleggja þetta sameiginlega markmið okkar að opna Akureyrarflugvöll. Og þá hefur verkefni svolítið verið flugstöðina. Hvaða þjónusta á að vera þar, hvernig getur hún í núverandi mynd eða breyttri mynd eða einhverju viðbótum, stækkunum, þjóna því að taka hér betur á móti fólki. Og þessu ætlum við að einhenda okkur í að framkvæma núna á næstu vikum mánuðum og ég vonast til að allir aðilar máls komi að því. Það segja heimamenn hér, Isavia, ráðuneyti og fleiri. Ertu þá meðal annars að tala flugstöðvarinnar? flugstöðvarinnar? Já, það það sem kannski markmiðið að auka flugið og ef það síðan megin kjarni vandamálsins, flugstöðin, þá þurfum við að fara yfir það. En það hefur verið bent á það að ráðuneytinu á fundi á Akureyri fyrir ekkert mörgum vikum síðar að þetta væri í raun og veru að þeirri stærðagráðu að þetta bjóðið út en ekki að semja beint við KEA sem að hefur boðist til þess að leysa þennan vanda. Já, og eins og ég segi, það getur vel verið að niðurstaða þessa starfshóps sé sú að það sé hægt að fara einhverja skynsamari og fljótvirkari leiðir sem séu hagkvæmar en við þurfum fyrst og fremst að fá þann hóp í þetta. Ítum öllu öðru til hliðar sem við höfum verið að skoða síðustu vikurnar, mánuðina, misserinn og segjum bara þetta verkefnið, við erum öll sammála það að þurfum að búa til nægilega góða hvata til þess að þessi viðbótar gáttin í landið komist á. Það séu erlendir aðilar sem séu tilbúnir að fljúga hingað með reglubundnum hætti. Það gríðarleg innspýtingin í ferðaþjónustun og atvinnulífið hér norðan heiða og hjálpar til í landsframleiðslunni. Þannig að þetta svona sameiginlegt markmið og þessi hópur myndi þá vonandi hefja störf bara fljótlega á 9 ári og
og ljúka sem fyrst og ég gat ekki betur heyrt en menn litur nokkuð spenntir á að þetta í þeim tilgangi að allir væru svona sammála hvert markmiðið væri. Ekki að vera að tala í allar áttir eins og hefur aðeins verið núna síðustu vikurnar. En ég vona að þetta skýri stöðuna svolítið. Aftur að stóru myndinni sem sagt staðan sú við ríkisstjórnarborðið að það sé einbeitt staða að það verði gripið til aðgerða til þess að kippa ýmsum hlutum í lag sem að þið ríður á að gera. Algjörlega og í stjórnarsáttmálum lögðum við mikla áherslu á jafnræði fólksins sem að býr alls þar í landinu. Bara svo við nefna aftur flugið, þessi skoska leið sem að mun taka gildi næsta haust. Hún einmitt liður í því að jafna aðstöðumun. Núna þessi veðurhamur síðustu viku, hann afhjúpar veikleika sem við getum ekki sett okkur við. Það verða allir Íslendingar að fá að setja þess að borð í greiðum sem skattprósentin og við viljum búa í landi þar sem öllum líður vel. Forseti Íslands, hann hefur tjáð sig stöðuna og hann segir eitthvað á þá leið að það sé frumskyldan og nú bara ríði á að hlusta á alla. Já og ég tók að mynd eftir þessu og ég var mjög ánægður að heyra þetta vegna þess að við auðvitað eins og alltaf þá heyrast svona raddir sem að eru ekki að efla svona samheldnina og ýta undir það að við séum öll á sama skipi þessi 350-60.000 hræður sem hér búum í tiltölulega stóru landi. En ég held að langflestir deili þessu sjónarmiði með forsetanum að nú þurfum við einhenda okkur í það að tryggja það að fólk lifi öruggu lífi. Og upplifi sem slíkt. En við höfum minnst ákosti verið mynd rækilega á það að rafmagnið það ekki bara innbyggt í slökkvarana í veggnum. Nei, það eitt af því sem ég hef sagt að kannski þurfum við að taka umræðina virkjanir, að það þurfi að vera orkuöflun í hverjum landshluta, það eru það styttri flutningslínur, það þá minna sem getur bilað. En á sama tíma þurfum við líka að tengja landið í svona stóra flutningskerfinu vegna þess að í því felst svo mikil hagkvæmni að geta vannýtt afl á ólíkum stöðum. En ég held að við þurfum að ræða orkuöflun virkjanir með opnari og sanngjarnari augum heldur við höfum gert á liðnum árum. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra og ráðherra sveitarstjórnarmála, þakka þér. Takk sömuleiðis.